Hverju? Þessu podcasti. Ég veit það ekki. 652. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi, Hljómahöll, 18. apríl 2023 klukkan 17 er settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Bjarni Páll Tryggvason, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbergur Reynisson, Guðný Birta Guðmundsdóttir, Alexander Ragnarsson, Margrét Sanders, Margrét Þórarinsdóttir, Sverrir Bergmann Magnússon, Valgerður Björk Pálsdóttir og sú sem hér stendur Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Að auki situr bæjarstjóri Kjartan Kjartansson fundinn og Hrefna Gunnarsdóttir sem ritar fundargerð. Á dagskrá þessa fundar eru 7 mál, en þau eru fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 13. apríl síðastliðnum, mál 2 fundargerð íþrótt- og tómstundaráðs frá 11. apríl, 3. mál er fundargerð framtíðarnefndar frá 12. apríl, 4. mál fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 13. apríl, 5. mál er fundargerð fræðsluráðs frá 14. apríl, 7. mál er fyrri umræða markastefnu Reykjanesbæjar 2023 til 2028 og 7. mál er fyrri umræða ársreikning Reykjanesbæjar 2022. Við göngum þá til fundar og tökum hér fyrst fyrir fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 13. apríl. Orðið er laust. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Mig langar að nefna að það sem kemur fram í fundargerð frá 13. apríl leikskólann í Drekadal, að ég tel mikilvægt að þegar við erum að byggja upp eins og við erum að byggja upp og þurfum að byggja upp nokkra leikskóla, að við horfum svolítið til hvað er ramminn, hvað er kostnaður við leikskóla þegar við svona byggingar, getum við nýtt aftur þessar hugmyndir þegar við erum að grunnvinna ákveðna leikskólabyggingar, að við getum nýtt áfram í bygginga annara leikskóla. Auðvitað getum við alltaf lært af byggingum og það er kannski einhverja örlitla breytingar, en mér finnst einhvern veginn alltaf að við séum að finna upp hjóli og gera nýtt. Það kostar. Og eins fyrir okkur bæjarfulltrúa sem að viljum fylgja vel eftir fjármálum og kostnaði, að þá tel ég að það sé erfiðara fyrir okkur þegar að svona mikla breytingar er alltaf á milli. Þannig að ég brýni okkur öll að horfa svolítið til þess og beina því að þeim sem sjáum þessi mál að vera ekki alltaf að finna upp hjólið og reyna að vera með meira samræmi. Ég er nýkomin frá Bandaríkjunum í fríi og var þar í fríi og það var sérstakt ef ég horfi til bygginga. Kannski er það vegna þess að Reykjanesbær er í svo brjálæðislega miklu framkvæmdum og við erum að horfa upp á skóla og við erum að horfa upp á leikskóla og við erum að horfa upp á íþróttamannvirki. Það eru mjög fallega byggingar án þess að vera brjálæðislega dýrar. Það eru ákveðnir hlutir sem geta verið í innvolsi án þess að kosta mikið og þeir eru líka mjög mikið með samræmt útlit. Mér dettur þetta stundum í hug og nú verða ekki allir ánægðir með mig að þegar ég fer í flugstöð Leifs Eiríkssonar og er að þvo mér hendurnar. Ég vil freka fara til Bandaríkjanna í þessi hallærislegu klósett og þvo mér hendurnar og vera ekki alltaf rennandi blautt á eftir að því að vaskarnir og þurrkurnar eru svo flottar að þegar þú sendur hendurnar undir og ætlar að þurrka hendurnar að þá slettist alltaf yfir með alla. Þannig að flottitin eru svo mikil að það er ekki hagstætt. Ég er ekki að segja að við séum endilega svona í Reykjanesbæ, en það sem ég langar bara að segja í þessu samhengi er við getum gert mjög fallega byggingar sem standast tímans tönn, en við hljótum að geta gert svona byggingar ódýrari og finna alla leiði til þess. Takk.
Næstu hefur óskað eftir að taka til máls Guðný Birna Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti og kæri bæjarfulltrúar. Já, góða pælingar. Kæri bæjarfulltrúar Margrét Sanders. Ég vil koma hér upp undir fundargerð bæjarráðs og fagna innilega að við höfum samþykkt, eða þið hefur samþykkt, ég var reyndar í fríi líka, að samþykkja tilboð í leikskólann í Drekadal. Út af því að við erum búin að vera með þetta mál núna síðan fyrir jól, nú apríl, og algjörlega ljóst að okkur liggur á að fá nýjan leikskóla sem hér kominn. Vissulega má deila kostnaðarverð og hagsýni í byggingu, en þetta allavega sú hönnun sem var boðin út og verður þarna í Innri-Njarðvík. Við buðum verkið út tvisvar og miðað við það sem að ég sá líkt og í Reykjavík þá að vera að bjóða út leikskólabyggingu sem enginn bauð í. Þannig að þenslan í samfélaginu okkar í dag þannig að verktakar hafa nóg að gera. Þannig að ég fyrir mitt leyti ánægð að þessu hafi verið tekið og leikskólinn mun þarna opna í apríl á næsta ári. Þannig að þessu ber að fagna. Hvort við getum samræmt byggingarna til framtíðar eitthvað sem við getum vel skoða. Við erum með annan leikskóla í byggingu í Hlíðahverfi sem við fáum afhentan vonandi áramót og svo leikskólinn í Stapaskóla sem þegar hafinn að hluta til. En í framtíðin hreinlega spurning hvort við getum gert allt eins, alla skóla eins, alla leikskóla eins. Það bara ágætis hugmynd til að horfa til, en ljóst að þessu tilboði var tekið og ég mjög þakklátt fyrir það. Sveitarfélag okkar vex, liggur við dag frá degi, þannig að það alveg ljóst að þessi leikskólarými í Innri-Njarðvík munu nýtast mjög vel og ber að fagna því. Annars ég bara góð. Takk. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, nokkur orðum fundargerðir Reykjanesbæjar. Mér langar kannski að sérstaklega fundargerð frá 13. apríl, en þar voru drög ársreikningi Reykjanesbæjar lögð fram og sem við höfum nú til umfyllunar hér á eftir, sem verður gaman að sjá, mörg gleði tíðindi og það ánægjulegt. Mér langar líka að nefna, koma inn á þessar byggingar okkar nokkrar. Við höfum verið dálítið nútímaleg í framkvæmdum undanförnum árum og höfum tekist vel til eins og bæjarfulltrúar hafa fengið upplýsingar Skólabyggingar hafa verið ódýrari heldur en gengur og gerist og óhrædd við að gera breytingar. Og ég held að þessi ákvörðun að kaupa leikskólann eða gera samkomulag við Hrafnsól hafi verið mjög góð niðurstaða. Þetta búið að vera lengi í meðferð hjá okkur eins og hér hefur verið nefnt. Verðið líka mjög ásættanlegt og þessi skóli verður tilbúinn 1. apríl næsta ári. Ég vil bara þakka samstöðuna í þessu verkefni. Það stóðu allir saman í að gera þetta og það ómetanlegt að svo skuli vera. Takk. Margrét Þóranesdóttir. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem til fundargerð bæjarráðs frá 13. apríl undir lið 2, leikskólinn Drekadal. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Margréti Sanders. Leikskólinn kominn í kostnaðaráætlun og hann kostar okkur orðið yfir milljarð. Ég tel það eiginlega algjörlega óásættanlegt og í fjárhagsáætlun gert ráð fyrir 700 milljónum. Við verðum að hafa aðhald í rekstri sveitarfélagsins og ég mun því sitja hjá í þessum lið en ég mun samþykkja fundargerðina að öllu öðru leyti. Takk fyrir. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Friðjón Einarsson. Forseti, vegna orða þess að við þurfum að gæta aðhalds, bæjarfulltrúi Margrét Þóranesdóttir hefur fengið
drög ársreikningi til sín og það sem ekki fer á milli mála að við höfum gert mikið alls á síðasta ári eins og við gert á undanförnum árum. Við erum með 750 milljónir í fjárhagsáætlun vegna þessa skóla á þessu ári og síðan þurfum við að bæta þá við 250 milljónum viðbóta næsta ári. Þessi skóli ódýr, það engin önnur leið betri með hvernig markaðurinn í dag en að fara þessa leið að kaupa skólan. Ég veit ekki hvaða leið það væri hægt að fara, en við förum vel með fé, höfum sýnt það í mörg ár að við pössum peningana og þess vegna staða sveitarfélagsins svona góð eins og hún að því við gætum peningana. Guðný Birna Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, mig langar aðeins að bregðast við þessum orðum Margrétar Þórarins. Ég skil athugasemdina, enda vorum við búin að gera ráð fyrir í fjárhagsáætlun sem við gerðum í október-nóvember í fyrra fyrir 750 milljónum í leikskólan. Þetta mál tafðist og ytri aðstæður hjá okkur, óða verðbólga, hækkun á vöxtum. Við þurfum náttúrulega bara að horfa í það að við erum með ógrynni af íbúðum sem að þarfnast þessu leikskólapláss. Við fengum eitt tilboð í verkið sem við ákváðum að taka. Jú, það yfir vissulega, en við höfum verið mjög skynsöm á þessu ári í aðhaldi og drög ársreikning mun sýna það á eftir. Þannig að við stöndum okkur bara mjög vel með við flestum sveitarfélög á Íslandi. Þannig að jú, þetta vissulega súrt að geta ekki staðist þessa kostnaðaráætlun, en við erum að sjá þetta í útboðum á alls konar verkum út all land, að það gert kostnaðaráætlun og það farið 200–400 milljónum yfir. Þannig að þetta ekkert einsdæmi, kemur líka inn á ytri aðstæður og einnig skort á verktökum vegna fjölda annarra verkefna á þenslu í hagkerfinu. Þannig að miða við stöðuna eins og hann er þetta það eina í stöðunni sem við gátum gert og ég er mjög ánægð að við tókum þetta og að við fáum leikskóla eftir ár í þetta sístækkandi hverfi okkar. Takk. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það var talað það einmitt þegar að leikskólinn eða þessi hugmynd með leikskóla var að þetta yrði sirka 500 milljónir, þá vantar að hluta til inn í þetta. Hann endar í kringu 900. Heildarmyndin, það kemur viðbótarkostnaður på 250 milljónir við þennan 500, það þessi 750 sem bæjarfulltrúi Guðni var að tala Heildarkostnaður í kringum 1,1 milljarð. Mér finnst heildarkostnaður, það segir okkur ekkert mjög mikið. Fermetraverð segir okkur ansi mikið og þegar að kostnaður per fermetr komin upp í 955.000, það mikið. Og af því að menn að vitna í ársreikning, að þá verð ég og mun á eftir, með tala það, að þetta heilbrigður ársreikningur. En við skulum ekki gleyma því að það sorgleg staðreynd að við fáum alveg brjálæðislega mikið úr jöfnunarsjóðnum, meðal annars. Það eru tvær ástæður, megin ástæður. Önnur svo að við erum með mjög lágar tekjur með íbúa, miðað við landið segi ég, per íbúa. Tekjur eru lágar hérna, þess vegna það, útsvarstekjur, og að við erum að taka á móti mikið af fólki sem að sækja alþjóðlega vernd eða þá komið stöðu flóttafólks. Þannig að, eða í móttökuferli. Þannig að við erum að fá gríðarlega tekjur úr jöfnunarsjóði og það alveg hárrétt sem sagt að staða sveitarfélaga ekki góð yfir landið, en við stöndum allavega mun betur vegna þessa að við pössum algjörlega inn í líkanið varðandi jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem betur fer. Og ég vil ekki taka það samt af okkur öllum hérna í bæjarstjórn að það hefur verið að hluta til gætt aðhals í rekstrinum, en ég hef verið að gagnrýna oft byggingar og byggingarframkvæmdir og leyfi mér að gagnrýna það. Annað rekstur, eitt rekstur, hitt byggingar.
Þessar byggingar, 955.000 króna fermetrar, er mikið. Bjarni Páll Tryggvason. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég langar að leggja nokkur orði í belg varðandi leikskólamálin í Drekadal eins og hefur verið fjallað aðeins á þessu fundi. Ég fagna því að sjálfsögðu að við séum komin á þann stað að við séum að fara að sjá rísa byggingu í þessu hverfi. Velti því jafnframt fyrir mér hvaða aðra tillögur liggja á borðum þegar fólk samþykkir ekki bygginguna. Hvaða tillögur það hefur til þess að hreyfa málin áfram. Það er búið að bjóða þetta verk út tvisvar. Það gengið til samninga við framkvæmdaraðila sem að koma inn á svæði með fortilbúnar einingar. Þannig að hönnun á þessu liggur svolítið töluvert fyrir. Það er ekki eins og sé verið að fara að finna upp mikið af hjólum eins og ég skil málið. Sannarlega eigum við að fara vel með það fé sem okkur er treyst fyrir af íbúum Reykjanesbæjar og að ganga vel það. Og þetta snýst náttúrulega svolítið það hvort við ætlum að mæta þeirri þjónustuþörf sem til staðar inn í sveitarfélaginu eða hvort við ætlum að prófa að bjóða þetta út 3 eða 4 sinnum eða 5 sinnum og vonast eftir einhverju annarri niðurstöðu í málinu. Annað var ekki. Takk fyrir. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú að byrja því að óska bæjarfulltrúar Valgerði Pálsdóttur til hamingju með afmælið í dag. Ég ætla ekki að leggja til við syngjum, við gerum það bara á eftir. Það er ekki hægt að vera að senda þá beint út. Varðandi það að við séum að hanna hvert og eitt sinn, að þetta eru fínar pælingar hjá bæjarfulltrúar Margréti. Það eru samt dæmi að það sem við höfum gert þetta með þessum hætti og ég vil nefna til dæmis Akurskóla, grunnskólan, Akurskóla sem var byggður í grunninn eftir sömu teikningu og Heiðaskóli. En svo voru gerðar á honum breytingar að innan og við erum enn að gera breytingar og laga að skólastarfinu í báðum skólum. Þannig að það virðist ekki vera hægt að finna eitthvað sannleika í þessu sem að stendur óhaggað svo bara alla framtíð. Skólar eru einhvern veginn þess eðlis að þeir taka breytingum eða skólastarf breytist og þá þarf skólabyggingin að aðlagast því. Varðandi leikskólana að þá leikskólinn í Hlíðahverfi sem að framkvæmdir eru hafnar að hann þegar við fórum á stað þá var hann í grunninn að miklu leyti mjög líkur leikskóla sem var búið að hanna fyrir Sandgerðisbæ og verið að reisa þar líka núna. En síðan breyttum við honum aftur eða var honum breytt til bara til þess að fá betri nýtingu út úr hverjum fermetra og leikskólinn sem við ætluðum að byggja fyrst eða vorum með hugmyndir þegar við vorum að horfa á leikskóla í Dalshverfi 3 við Drekavelli að það var tilbúin skóli sem átti að koma bara frá einhverju, ég man ekki hvað, Noregi eða Íslandi eða eitthvað. En svo þurfti að laga hann að íslenskum aðstæðum á okkur og til dæmis einn faktor í því var að við erum að miða nýja leikskóla okkar við 12 mánuða börn núna. Þannig að það þarf að gera ráð þá fyrir því að börn séu og nemendur í skólunum séu alveg niður í 12 mánuða og það kallar á alls konar aðra hluti heldur en kannski fyrri leikskólar hafa þurft að hafa yfir að ráða og svo vagnageymslur og eitthvað slíkt. Þannig að við vorum okkar fólk að fara að vinna í að breyta þeim skóla, þessum upphaflega, sem að síðan varð ekki úr þeirri hugmynd. Þannig að þegar við erum búin að finna hinn rétta tón í leikskólum eða grunnskólum, þá er sjálfsagt að nýta það áfram. Ég hef séð þessa skóla í Bandaríkjunum líka sem Margrét talaði og ég verð að segja að þeir eru misaðlaðandi, svo ekki sé nú meira sagt. Sumir eru flottir
og ég farið í nokkra þeirra líka og þetta svona, og Bandaríkjamenn eru sérfræðingar í að staðla allt sem að húsbyggingum kemur. Við sjáum sömu eldhúsinnréttingarnar og sömu innihurðarnar og sömu svona teikningarnar mjög oft í húsum í Ameríku og auðvitað það mjög hagkvæmt og vel farið með fé eflaust, en þetta ekki allt saman mjög aðlaðandi, sko. Það verð ég nú að segja. En punkturinn góður, Margrét, og ég held að þegar við erum búin að finna réttan tón og réttan takt í þessu, að þá verði þetta auðveldara að gera þetta. Takk. Takk fyrir þetta. Ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls. Ég vil aðeins blanda mér í þessa umræðu. Ég fagna því að við séum búin að taka þessa ákvörðun og samþykkja þetta tilboð sem lá hér fyrir nú síðast, og ég held að sé líka bara mjög mikilvægt fyrir okkur. Við höfum nú talað um það síðustu ár þar sem okkur fjölgar mjög hratt, að við höfum einhvern veginn ekki náð að gera hlutina með þessum hætti í öllum tilfellum, og það að innviðir séu til staðar þegar að fólk flytur í hverfin, og það mikil eftirspurn eftir leikskólaplássum í innri Njarðvík eins og staðan núna, þannig að ég tek undir það að þetta eru mjög jákvæðar fréttir og hlakka til að sjá þennan skóla rísa. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo ekki. Þá ber ég fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 13. apríl upp til samþykktar. Þeir sem samþykkt geta eru beðnir að gefa merki og þær eru samþykktar 11:0. Þá tökum við hér næst fyrir annað mál sem fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 11. apríl síðastliðnum. Orðið laust. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulega forseti, kæru bæjarfulltrúar, mig langar að koma hérna undir fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 11. apríl. Tjarnargötu 11. apríl, ja? 11. apríl síðastliðnum. Lið 1 og 2, það er framtíðar uppbygging íþróttamannvirkja og svæða í Reykjanesbæ. Lið 1, afsakið. Við vorum hérna áðan bæjarstjórn á mjög góðum fundi þar sem var verið að kynna skýrslur hópana sem við settum á laggirnar fyrir ábyggilega hálfu ári síðan. Mjög góð vinna hjá báðum hópum, það er að segja uppbygging íþróttamannvirkja og rekstur þeirra, og hérna ég bara bjartsýn fyrir framhaldi og ég vil þakka þessum tveimur hópum fyrir mjög góða vinnu, gríðarlega metnaðarfullt og flott gert hjá þeim, og í kjölfari munum við svo leggjast yfir þeirra tillögur og framtíðar sín. Þannig að það heljarinnar vinna framundan í íþróttamálunum okkar og bara ofboðslega gleðilegt að sjá svona góða vinnu frá þessum hópum. Þannig að bara takk fyrir mig. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Mér bæði ljúft og skylt að standa hérna upp og taka undir orð Guðnýjar að ég fagna mjög þessum tillögum sem liggja frammi. Erum við sammála allt? Aldrei. Munum við standa á bak við þetta? Já. Verðum við í pólitískum leik með þetta? Nei. Munum við standa saman í þessu? Já. Ef að Njarðvík og Keflavík geta saminast tillögur í íþróttauppbyggingu bæða mannvirkjum og rekstri, þá hljótum við meirihluta og minnihluta geta staðið saman í þessari uppbyggingu. Þetta gríðarlega mikið atriði fyrir sveitarfélagið og verður gríðarleg lyftistöng fyrir sveitarfélagið. Þannig að ég vil ítreka það sem að bæjarfulltrúi Guðný sagði, frábær vinna hjá hópnum og allir sem koma að því eiga þakkir skil. Takk.
Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég vil taka undir með bæjarfulltrúa Guðný Birnu. Þetta er alveg frábær vinna sem hefur átt sér stað og ég fagna henni og það sem að ég er virkilega ánægð með að við skulum öll standa saman og loksins erum við kannski fann að sjá svolítið framtíðarplan hvað varðar íþróttamannvirki í Reykjanesbæ að Keflavík og Njarðvík sé að sameinast byggingu þessa svæða. Það er að segja uppbyggingu á íþróttasvæðum Reykjanesbæjar. Takk fyrir. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég kem hér undir sama lið og þeir bæjarfulltrúar sem hafa komið hér og tjáð sig undir fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Og ég tek undir allt það sem hefur verið sagt. En það sem mig langar aðeins að koma inn á er að þetta, og líka þakka fyrir þessa vinnu, þetta var mjög vel unnið og mjög gaman að sjá hversu mikil samstaða allavega menn hafa náð að lokum og vera samstiga í því sem kemur fram. En það sem að ég langaði að segja hér, að þetta er líka svolítið lifandi plagg. Bærinn okkar stækkar, iðkendum fjölgar og fækkar á víxl og við þurfum að taka einhverjar ákvarðanir uppbyggingu og það sem þau leggja til er bara stórglæsilegt og til mikilla fyrirmyndar, en við þetta vantar náttúrulega eitthvað í lengri framtíð og ég held að við þurfum líka að taka það inn í að þegar að verður farið í skipulag og annað, að hugsanlega framtíða byggingar hana, að við getum þá samnýtt til aðstöðu og annað sem við höfum hana, þannig að við höfum tækifæri til þess að, eins og kom nú fram að það yrði hægt að byggja við þetta. En það var mjög mikilvægt að það sé horft til þess strax í upphafi. Og einnig held ég að sé mjög mikilvægt að við höldum áfram einhvers konar tengslum við þennan hóp eða þá aðra hópa frá félögunum eða íþróttahreyfingunni hérna. Þannig að við séum alltaf vel tengd og fylgjumst með þeim þörfum og þeim breytingum sem geta orðið. Takk. Takk fyrir þetta. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil nú taka undir með þeir sem hér hafa talað. Nú kannski nota tækifæri líka til þess að þakka ykkur öllum fyrir að hafa tekið undir með okkur þegar við ákváðum að setja þessar nefndir á laggirnar í síðastliðið haust. Það studdu allir þessa vinnu og ég átti kannski ekki vona því að það yrði svona gott eins og hér var kynnt. Þetta er til fyrirmyndar og vil ég aftur ítreka þakkir til þeirra sem stóð að þessu og sérstaklega til Hafþórs Birgissonar sem er dálítið primus motor í þessu en nú er komið að svona dálítið leiðarlokum. Nú er þetta komið til okkar og við þurfum að taka ákvarðanir og það eru nú ekki alltaf auðveldar. Þess vegna er það mjög mikilvægt að þegar að bæjarráð fær þetta mál til sín að við náum góðu samkomulagi við félögin þannig að við förum saman áfram. Það er lykilatriði. Ég ber ekki hef ekki trú á því að bæjarstjórn hyggst eitthvað á þessu verkefni. Þetta er stórt og mikið verkefni. Ég veit að það eru til lausnir sem við getum unnið með að setja okkur á hliðina fjárhagslega og við þurfum bara að vera heiðarleg með það að það eru til lausnir sem við getum unnið með. En fyrst og fremst held ég að nú er komið að félögunum að standa við stóru orðin og vinna saman. Það hefur ekki alltaf verið auðvelt. Tilfinningar hafa oft á stundum þvælst fyrir en mín trú er núna að með þessum tveim skýrslum sem hérna voru kynntar fyrir í dag er komin nýtt blað og það er þá okkar að klára að vinna það áfram þannig að við sjáum einhverja framtíðarsýn sem hagnast okkur öllum.
og ég vona það að okkur takist að gera það, þetta fari ekki ofan í einhverja hólu þar sem félögin setjast. Þannig að saman ég sannfærður það að við getum fylgt þessum draumi og ég vona það takist og aftur kæra þakki fyrir þetta. Díana Hilmarsdóttir. Bæjarstjóri, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég get ekki látið kyrrt liggja að koma hér upp og taka heilsugur undir orð þeirra bæjarfulltrúa sem hér hafa tjáð sig. Eins og bæjarfulltrúi Guðný Birna kom inn á áðan, þá fengum við góða kynningu frá þessum tveimur hópum, núna rétt fyrir fundin hjá okkur, sem kom að gerð þessara skýrslna og ég vil þakka þeim einstaklingum kærlega fyrir velunnin störf. Þetta eru mjög flottar og greinargóðar skýrslur og núna þurfum við í pólitíkinni að fara vel yfir þetta öll saman og ákveða næstu skref. Nú ætlum ég að fá að stela setningu sem að bæjarfulltrúi Margrét Sanders hefur oft sagt hér uppi. Við þurfum að passa okkur að þið gleypa ekki fílinn og við þurfum að vanda okkur og við þurfum að leggja fram raunhæfa áætlun til framtíðar sem snýr að uppbyggingu íþróttamannvirkja svæðana okkar og reksturs íþróttafélaga, byrja þar sem að neyðin mest og áfangaskipta þessu risastóra verkefni og ég hlakka mikið til áframhaldandi vinnu snúa þessu málum. Takk. Takk fyrir þetta. Það ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls hér. Forseti vill aðeins fara inn á þessa fundagerð. Það ánægjulegt. Í 6. máli þá sjáum við þátttökutölur barna og ungmenna í íþróttastarfi í Reykjanesbæ að það hlutfall er 56% sem er mjög ánægjulegt og gaman að sjá það svona þessar upplýsingar tekna saman með þessum hætti og við getum nýtt þessar upplýsingar og tekið púlsinn á þessu með reglulegu millibili eins og kemur fram og ég vil bara nota tækifæri að þakka starfsfólki sveitarfélagsins og íþróttahreyfingarinnar fyrir að vinna við þessa greiningu. Þetta skiptir okkur miklu máli. Var hönd hér á lofti? Já, Valgerður Björk Pálsdóttir, afmælisbarn dagsins, gjörðu svo vel, velkomin í pontu. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir, byrja á því að þakka kærlega fyrir afmæliskveðjuna. Gaman að eyða deginum hérna með ykkur, mörgum klukkutímum, vorum áðan líka á öðrum fundi saman. En og líka bara ótrúlega gaman að sjá kynningarnar hérna áðan fyrir fundin og að heyra samhljóminn hérna hjá okkur pólitíkusunum. Mig langaði nefnilega að koma inn á málið sem að forseti nefndi hérna síðast, þátttökutölu barna og ungmenna, að séu 56% barna í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi í Reykjanesbæ, að þá langar mig að vekja athygli á því að af börnum sem eru af erlendum uppruna er aðeins 25%. Þannig að 1 af 4 börnum er í íþróttum, hvar eru þessi hin 3 af 4? Við erum núna, ég hef aðeins baku tjöldur verið að vinna með allir með hópnum og núna er aðalfókusinn hingað til að hefur mikið af þeim verkefnum sem eru þar inni farið í að þjálfa og fræða þjálfarna og svona fólki sem sér börnin. En núna er komið að því að reyna að fókusera á börnin sjálf og foreldra þessara barna sem við erum ekki að fá nógu mikið inn í skipulagt íþrótta- og tómstundastarf og hugsa ég að verði einhver aðgerðaráætlun tilbúin fyrir haustið í þeim efnum. Þannig að við þurfum bara að vera meðvituð þetta og líka að 25% allt í lagi en ég er ekki með nýjar tölur en ég man að það vera ansi lágar tölur varðandi hvatagreiðslurnar til barna af erlendum uppruna. Þær eru lægri heldur en þessar 25%. Þannig við þurfum líka að fara í ákveðið átak við að kynna það sem er í boði fyrir foreldrum sem að vita kannski ekki að það séu hvatagreiðslur og hinir ýmsu möguleikar til að fá niðurgreidd gjöld. Takk fyrir. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls.
Svo er ekki. Þá munum við taka hér sérstaklega fyrir fyrsta mál í þessari fundargerð sem er frá það sem hefur verið mikið rætt hér það eru skýrslur starfshópana og ég vil taka undir þakkir til beggja nefnda og þeirra starfsmanna sem að unnu með þeim og hér leggur forseti til að tillögum þeirra verði vísað til umræðu og afgreiðslu í bæjarráði sérstaklega. Þannig að þeir sem samþykkt geta það eru beðnir að gefa merki. Okkur vantar einn bæjarfulltrúa. Gefum þessu augnablik. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum 11 hendur hér á lofti að vísa tillögum nefndanna til umræðu og afgreiðslu í bæjarráði. Þá ber ég fundargerðin í heild sinni hér upp til samþykkta. Þeir sem samþykkt geta fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs eru beðnir að gefa merki og hún er samþykkt 11:0. Þá tökum við næst fyrir þriðja mál á dagskrá sem er fundargerð framtíðarnefndar frá 12. apríl síðastliðnum. Orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta fundargerð framtíðarnefndar eru beðnir að gefa merki og hún er samþykkt 11:0. Þá tökum við fyrir fjórða mál sem er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 13. apríl síðastliðnum. Orðið er laust. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem hér undir fundargerð stjórn Reykjaneshafna og tók mjög bara tölvuna með mér til að muna hérna undir hvaða lið. Ég ætlaði aðeins að koma hérna undir lið 5 sem er skemmtiferðaskip en hafnarstjóri Halldór sem er nú hérna með gesta, hann hérna sótti ráðstefnu sem fór fram dagana 27. til 30. mars í Fort Lauderdale í Bandaríkjunum fyrir hönd Reykjaneshafna og hann fór aðeins yfir með okkur það sem framfór þar og þar held ég að hann hafi gert mjög góða ferð og kynnt þessi áform mjög vel og náð hugsanlega einhverjum góðum tengingum með þá hugsanlega komu hér skemmtiferðaskipa í Keflavíkurhöfn og þetta, eins og ég hef áður sagt hérna, mér finnst þetta mjög áhugavert verkefni og það er í raun bara í fullri vinnslu og verður í raun bara mjög spennandi að sjá hvað gerist og ég hef nú svona bent þeim á að við þurfum að búast við að við jafnvel fáum skip í sumar. Þannig að það mun krefjast einhverjar undirbúnings og þannig að við verðum nú tilbúin þegar þau koma. Þannig að ég bara hvet ykkur til að fylgjast með þegar að skipin fara að streyma inn í höfnina. Takk fyrir þetta. Orðið er laust fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar. Það er ekki fleiri sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt 11:0.
Þá tökum við hér næst fyrir 5. mál á dagskrá sem fundargerð fræðsluráðs frá 14. apríl. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti og kæru bæjarfulltrúar, mig langar aðeins að renna yfir fundargerð fræðsluráðs sem haldið var þar 14. apríl síðastliðinn. Nú undir lið 1 var rætt húsnæði Holtaskóla en fræðsluráð byrjaði á fundinum þar áður að biðja einstaklingar sem eru í byggingarnefnd, verkefnastjórinn kom til okkar síðast að fræða okkar fulltrúa og áheyrnarfulltrúa stöðuna í skólanum okkar, bara til að halda okkur upplýstum þannig að við séum öll meðvituð stöðu mála og hvað í gangi bæði í Holtaskóla og Melbálsskóla. Þetta fyrirkomulag hefur reynst bara mjög vel og ber að þakka fyrir það og munum við fylgjast áfram með stöðunni í þessum skólum. Nú farið var yfir skóladagatöl og breytingar á þeim en það sem ber að fagna í þessar fundargerð sérstaklega undir lið 4, nýsköpunar- og þróunarsjóður menntasviðs en það hefur verið í Reykjanesbæ undanfarin ár að við höfum verið með svokallaða nýsköpunar- og þróunarsjóð sem að skólastjórar, kennarar og fagaðilar í leik- og grunnskólum hjá Reykjanesbæ geta sótt í sjóðinn. Það var auglýst eftir umsóknum vegna úthlutunar þann 7. febrúar síðastliðinn en alls voru 12 verkefni styrkt sérstaklega og óska ég þeim til hamingju. Verkefnin snúa að sjóðurinn snýst að styðja innleiðingu menntastefnu Reykjanesbæjar með opinn hug og gleði í hjarta en áhersluþættirnir fyrir sjóðinn voru mér líður vel, allir með, opnum hugan, sköpunargleði og við og jörðin og þetta mjög heillandi og flottur sjóður hjá Reykjanesbæ og bara óska ég þessum verkefnum til hamingju með styrkinn til þeirra. Að lokum langar mig að fagna að við fengum 2 umsóknir nýja dagforeldra sem að okkur veitir ekki af, þannig að velkomin í hópinn. Kæru dagforeldrar, þetta með fyrirvara samþykki, þannig að því ber að fagna. Innritun í leikskóla fyrir árið 2023 gengur ágætlega en það svona á lokametrónum hjá okkur. Þannig að við bíðum spennt eftir nýjum leikskólum í Reykjanesbæ. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið laust fundargerð fræðsluráðs. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Í fundargerðinni sagt frá því að leikskólafulltrúi fór yfir upplýsingar stöðu mála varðandi leikskóla eða aðgang barna að leikskólum og það væntanlega biðlista og annað. Og það væri fróðlegt fyrir okkur bæjarfulltrúa að fá þessar upplýsingar. Þær eru ekki í gögnunum og ég allan að fann þær ekki þegar ég var að leita bæði hjá nefndinni eða annars staðar. En það var líka áhugavert að vita hvað eru börnin gömul í Reykjanesbæ sem að komast inn á leikskóla. Annað sem að þarna áhugavert hjá okkur í Reykjanesbæ að það ekki samræmi á milli leikskóla varðandi inntöku barna, hvort að það sé tekið inn einu svona ári eða 2 ári. Þannig að það líka eitthvað sem svona umhugsunarefni. En þær skýringar sem ég fékk frá leikskólakennurum að þetta mismunandi skipulag innan skólana, fastar deildir eða færanlega deildir en þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli að vera ekki svona föst á því að taka einu svona ári inn börn en allavega hvað eru börn gömul í dag sem komast inn á leikskóla og ég veit að það mikið í gangi og það að koma nýju leikskólar. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar, já, bara fínar hugmyndir, bæjarfulltrúar Margrét og lítið mál að útvega það.
Varðandi þessi ofboðslega stóru mál sem eru leik- og grunnskólamál hjá okkur og uppbygging leikskóla, að þá erum við með í vinnslu að stofna sérstakann stýrihóp með pólitískum fulltrúum og fulltrúum úr Fræ og Öski, þar sem að við getum komið saman og rætt þetta sérstaklega. Og þá erum við aðalega að horfa í hvernig getum við leyst biðvanda ef hann er. Við skilst það að gangi ótrúlega vel að koma öllum inn, en það er börn sem verða 2 ára á árinu. Þannig að við eigum langt í land með að koma inn 18 mánaða og hvað þá 12 mánaða, en það er náttúrulega þangað sem að við viljum fara í okkar framtíðarsýn. En þessi stýrihópur mun hittast og stofnast núna bara vonandi á næstu dögum og vikum. Þannig að við munum horfa sérstaklega í hver er vandinn í okkar leikskólamálum, hver er biðlistinn og hvernig getum við leyst brýnan vanda og sett fram framtíðarsýn. Takk. Orðið er laust. Það eru ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta fundargerð fræðsluráðs eru beðnir að gefa merki. Og hún er samþykkt hér 11:0. Þá tökum við hér næst fyrir fyrri umræðu markastefnu Reykjanesbæjar árin 2023 til 2028 og Sverrir Bergmann Magnússon mun fylgja henni hér á hlaði. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir áheyrendur. Hugmyndafræðin ímynd og einkenni nýtur síaukinnar athygli meðal stjórnenda sveitarfélaga, þar sem hugtök eins og mörkun staða, vörumerkistaða, samkeppnishæf einkenni, ímynd, orðspor og ásýnd staða verður mikilvægari með hverju árinu sem líður. Markastefna Reykjanesbæjar hefur það markmið að efla jákvæða ímynd bæjarfélagsins til næstu 5 ára. Í byrjun september 2021 fór á stað vinna við heildstæða markaðsstefnumótun og aðgerðaráætlun fyrir Reykjanesbæ í samvinnu við Brandur vörumerkjastofu. Undirbúningsvinnan sjálf var umfangsmikil og margþætt, fól hún í sér mörg samtöl við helstu hagsmunaaðila á borð við íbúa, fyrirtæki og starfsfólk stjórnsýslunar og pólitíska fulltrúa með þeim tilgangi að skilgreina hvað bærinn stendur fyrir og hvað það er sem einkennir hann. Til þess að greina styrkleika vörumerkisins Reykjanesbær með ítarlegum hætti var framkvæmt innri og ytri rýni á vörumerkinu ásamt samanburðargreiningu á markaðssamskiptum bæjarfélagana. Einnig var framkvæmt samanburðargreining á markaðsefni og samfélagsmiðlanotkun Reykjanesbæjar og bæjarfélaga af svipaðri stærð. Til grundvallar við markaðsstefnu vinnuna var einnig stuðst við fyrri rannsóknir og gögn sem tengjast Reykjanesbæ. Undirbúningsvinnan fól í sér meðal annars spurningakönnun sem send var út á viðhorfshóp Brandur og bárust 614 svör. Tekin voru 15 djúpviðtöl við bæði stjórnendur, starfsmenn Reykjanesbæjar og pólitíska fulltrúa. Vinnustofur voru haldnar með ungmennaráði og menningar- og atvinnuráði. Rýnihópar, samtals var talað við 17 manns og skiptist hóparnir í innlenda íbúa bæjarins, íbúa af erlendum uppruna og fólk í fyrirtækjarekstri. Í kjölfarið af undirbúningsvinnunni voru drög markastefnunar lögð fram til umsagna allra ráða og nefnda Reykjanesbæjar og voru athugasemdir teknar fyrir hjá menningar- og atvinnuráði og loka drög mótuð. Meginmarkmiðið með mótun markastefnunar er að auka sýnileika og draga fram einkenni Reykjanesbæjar með jákvæðu yfirbragði. Markmiðið er ekki síður að efla samstarf fyrirtæki í bænum, efla verslun og þjónustu með markvissri kynningu, auka atvinnutækifæri og fjölga heimsóknum ferðamanna til Reykjanesbæjar. Leið getur sveitarfélagið unnið frekar í áskorunum eins og aukinni staðarvitund, bættri ímynd og meiri samheldni hjá íbúum. Með því að framfylgja aðgerðaráætlun markastefnunar og leggja í það viðeigandi fjármagn verður sveitarfélagið betri í stakk búið til að efla markastarf sitt og byggja upp kröftugt samfélag til framtíðar á þeim fjölmörgu styrkleikum sem sveitarfélagið býr yfir. Ég þakka fyrir. Kæra þakki fyrir þessa yfirferð. Orðið er laust hér í fyrri umræðu.
Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Það gaman að vera í bæjarstjórn þegar að samstaða er. Það gaman að vinna sveitarfélaginu gott starf. Gott starf verður þegar að fólk stendur saman að mínu mati og það má segja að hluti af markastefnunni sem lögð var fram í upphafi var auðvitað heildarvinnustefna og mjög margir bæði meirihluta og minnihluta, sérstaklega í nefndunum, komu fram með að stefnan væri ekki bein stefna heldur meira vinnuplagg. Nú svo komið að það liggur fyrir markaðsstefna 23-28 og þarna erum við komið með raunverulega stefnu sem að hægt að vinna aðgerðaráætlun og verður áhugavert að standa frammi og sýna fram á hversu frábær sveitarfélagið er og fyrir þá aðila sem við erum að reyna að ná til, sem eru ferðamenn, sem eru þeir sem vilja flytjingar og svo framvegis og svo framvegis. Ég vil sérstaklega fagna því að hvað minnihlutinn fékk að koma með tillögu sem tekið var tillit til og það það sem skiptir máli. Það koma góða tillögur frá meirihluta og minnihlutinn kemur með tillögur og saman gerum við enn betri markastefnu eða plögg. Sama að þegar minnihlutinn kemur með að meirihlutin kemur með input eða að við krossumst, stundum erum við ekki meirihluti og minnihluti og erum bara sammála þvert á flokka og aðrir eru ósammála og meira að segja innan flokka. En ég vil bara fagna þessari markastefnu. Það eru auðvitað atriði sem að einhver myndi setja öðruvísi upp, en þetta gott plagg og ég styð eindregið þessa stefnu, horfi til frábæra stoða sem verður okkar leiðarvísir fram að við. Það menningin, það nýsköpunin, það eru íþróttirnar og það náttúran. Þetta það sem við í Reykjanesbæ stöndum fyrir. Þetta það sem gerir okkur stolt fyrir við að vera Reykjanesbæingar. Nú langar maður bara að segja heyr, heyr. Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti, mér langar að leggja hérna nokkur orð í belg markastefnuna, þar sem að síðast ég nú komið nokkur sem í pontu og talað hana í vetur og fyrir það fyrsta, eins og áður hefur komið fram, góða þakkir til allra sem hafa komið að vinslu stefnunar. Þeir búið að vera ansi lengi í vinslu og ég tek undir það sem að bæjarfulltrúi Margrét Sanders segir, að það sérstaklega eftirtektarvert og ánægjulegt að sjá það hve vel rýnin og athugasemdir sem hafa borist í ferlinu hafa skilað sér inn í loka útgáfuna á stefnunni. Við erum til dæmis farin frá því að setja rokk í allt sem við gerum, að setja kraft í allt sem við gerum. Það eitthvað sem að tekur þarna eftir. En það sem þó kannski ekki hvað síst ánægjulegt finnst mér að sjá skýrleikann í þessari loka útgáfu eins og hún lítur út. Þetta aðgengilegt, þetta auðlæsilegt og hefur alla burði til þess að verða Reykjanesbæ og starfsmönnum þess frábært vinnutól til nánari framtíðar. Og samkvæmt tímalínu ársins 2023 þá stendur til að fyrstu afurðir stefnunnar verði sýnilegir íbúum landsins í október á þessu ári og mér hlakkar til að sjá það. Og að lokum kannski vil ég hvetja þá aðila sem munu koma til með að halda utan síðan áframhaldandi úrvinnslu stefnunnar að passa upp á að tímalínur og aðgerðir séu síðan uppfærðar jafnóðum. Við erum með ákveðna tímalínuna fyrir 2023 að við séum próaktíf í að halda því áfram. Bara enn á ný til hamingju öll sem hafa komið þessari vinnu. Takk fyrir það. Guðni Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, kæru bæjarfulltrúar. Já, rosalega falleg stefna, virkilega. Fræðsluráð tók hlutverk sitt mjög alvarlega að senda inn athugasemdir. Ég held við skilað inn 11 blaðsíðna plaggi, meirihluti og minnihluti. Það sem að við rýndum þetta mjög vel.
það eini í rauninni sem að ég hef út á að setja að ég hefði viljað sjá menntastefnu Reykjanesbæjar eiga hlut þarna í með opnum hug og gleði í hjarta, sem er gríðarlega flott plagg, ég þreytist ekki á að tala um það, en svona er þetta orðið allavega. Nú, stoðirnar er ég virkilega stolt af, þetta stefna byggir á 4 stoðum, menning, íþróttir, náttúran og síðast en ekki síst nýsköpun. Því ég þreytist ekki að nefna það að mér finnst að Reykjanesbær eigi að vera nýsköpunarbær Íslands með alltaf hugvit og það sem að við búum yfir og gríðarlega mannauð. Þannig að ég fagna þessum stoðum. Staðfærslan er mun betri. Í Reykjanesbær setjum við kraft í allt sem við gerum, já, við gerum það vissulega. Og seigla og þrautseigja eru eiginleikar sem við tengjum okkur við. Þetta tala við hjarta í manni, þetta er svo fallegt. Þannig að ég gríðarlega ánægð með þetta. Að lokum langar mig bara við lögðum áherslu í fræðsluráði að skipta upp markhópunum. Það er að segja að við gætum ekki verið að tala við íbúa eins, fyrirtæki eins og ferðamenn eins. Þannig að það gleður mig að sjá að það er búið að skipta markhópnum í þrennt. Það er að segja íbúa, fyrirtæki og stofnanir og svo ferðamenn og gestir. Þannig að við getum einhlýtt okkur í 3 áttir eftir því við hvað við erum að tala. Þannig að bara gríðarlega góð vinna. Takk fyrir að taka athugasemdir fræðsluráðs til greina og vel gert. Takk. Orðið er laust. Það er ekki fleiri sem hafa óskað eftir að taka til máls. En forseti vill taka hérna undir þar sem fram hefur komið. Það bárust gríðarlega margar athugasemdir sem að greinilega hefur verið tekið tillit til og þær hafa verið skjalið og stefnan í heild verið uppfærð út frá þeim. Það er gott að sjá þarna stoðirnar, markhópana, líka þá mælikvarða sem á að nýta í framhaldinu og svona þarna er gert grein fyrir hvaða þættir eru einkennandi, bæði áþreifanlegir og óáþreifanlegir og svo lýst forseta hér sérstaklega vel á ímyndarherferð sem að stendur til að fara af stað með á næsta ári. Þannig að þar sem ekki fleiri hafa óskað eftir að taka til máls þá leggur forseti hér til að markastefnu Reykjanesbæjar til 5 ára 2023 til 2028 verði vísað til seinni umræðu bæjarstjórnar sem fer fram 2. maí næstkomandi. Þeir sem samþykkja geta það eru beðnir að gefa merki og það er samþykkt 11:0. Þá tökum við hér næst fyrir 7. og síðasta mál á dagskrá þessa fundar sem er ársreikningur Reykjanesbæjar 2022, fyrri umræða ársreikningin og bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson mun fylgja honum hér og hlaði, gjöru svo vel. Takk, forseti. Ágætu bæjarfulltrúar. Já, hér eru lögð fram drög að ársreikningi Reykjanesbæjar og samstæða hans fyrir árið 2022 til fyrri umræðu. Og reikningurinn kom fyrir bæjaráð síðastliðinn fimmtudag og þar 2 umræður í bæjarstjórn, en við tölum nú betur það á eftir. Ég ætla með leyfi forseta að gefa mér svolítið góðan tíma og fara í gegnum þetta bara í rólegheitunum af því að ekki síst vegna þess að hér eru bæjarfulltrúar 6 af 11 sem eru nýir og að fara í gegnum þessa vinnu í fyrsta sinn. Og mikilvægt að við vöndum okkur náttúrulega ekki bara í ár, heldur alltaf við þessa yfirferð. Og ætla ég að byrja þá fyrst bara á fyrsta plagginu sem er skýrsla árið til bæjarstjórnar og bæjarstjóra. En með leyfi forseta að fá að lesa bara upp hér ársreikningur Reykjanesbæjar af því þarna koma svona alla lykiltölur fram til að byrja með. Ársreikningur Reykjanesbæjar er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög ársreikninga, reglugerð bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og auglýsingar ráðuneyti sveitarstjórnarmála reikningsskil sveitarfélaga. Í ársreikningnum er gerð grein fyrir reikningsskila aðferðum og þeim breytingum sem á þeim hafa orðið frá fyrra ári. Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2022 námu 31.336,5 milljón króna. Þetta er samstaðan A og B, samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi fyrir A og B hluta.
Já, takk, ég er með hérna var. Rekstrartekjur A-hluta bæjarsjóðs námu 21,3 milljörðum króna. Laun og launatengt gjöld í samanteknum rekstrarreikningi námu 13.100 milljónum eða 13,1 milljarði, en starfsmannafjöldi nam í árslok 1204 stöðugildum. Rekstrarniðurstaða bæjarsjóðs fyrir afskriftir og fjármagnsliði var jákvæð 1981,3 milljónir króna. Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A- og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði nam 6.421,5 milljónum króna, en að teknu tilliti til þeirra liða, þar að segja afskrift og fjármagnsliða, auk tekjuskatts og hlutdeild minnihluta var niðurstaðan jákvæð 1.084,8 milljónir króna. Áætluð rekstrarniðurstaða í samanteknum ársreikningi samkvæmt upphaflegri fjárhagsáætlun var jákvæð 46,8 milljónir, athugið það, fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir 46,8 milljónir króna og nemur jákvætt frávik frá henni því 1.038 milljónum króna og sjá nánar í skýringu 28. Heildar eignir sveitarfélagsins í samanteknum ársreikningi námu 83 milljörðum rúmum eða 83.004,4 milljónum króna og heildar eignir bæjarsjóðs námu 43.892,4 milljónum króna eða 43 milljörðum í árslok 2022. Heildar skuldir og skuldbindingar í samanteknum ársreikningi námu 50 milljörðum rúmum í 50.981,1 milljón króna og í ársreikningi bæjarsjóðs 29,3 milljörðum króna eða 29.333,03 milljónir króna í árslok 2022. Eigið fé í samanteknum ársreikningi nam 32.023,3 milljónir króna eða rétt 32 milljörðum og eigið fé bæjarsjóðs nam 14.559,2 milljónum eða 14,5 milljarði í árslok 2022. Íbúafjöldi Reykjanesbæjar í lok árs 2022 var 22.059 og fjölgaði 8% frá fyrra ári. Bæjarstjórn vekur athygli á skýringu 26 þar sem fjallað fjárhagsstöðu og rekstrarhæfi samstæðunnar og ég kem að henni á eftir. Reikningur var lagður fyrir bæjarráð Reykjanesbæjar síðastliðinn fimmtudag og þar var samþykkt að vísa honum hingað til fyrirumræðu og hafa allir bæjarfulltrúar í bæjarráði skrifað undir það. Þá ef við förum bara á blaðsíðu 5 í rekstrarreikningi sjálfan, þá sjáum við fyrst tekjur upp á skatttekjur án framlaga jöfnunarsjóðs eru 15,2 milljarðar. Framlög úr jöfnunarsjóði eru tæplega 3,5 milljarður og þjónustutekjur í öllu kerfinu í bæjarsjóði eru 2,6 milljarðar. Eignartekjur eru rétt 15 milljónir. Samtals eru tekjur 21,3 milljarður króna eða 21,4. Rekstrargjöldin, laun og launatengt gjöld eru 10,5 milljarður króna. Hækkun lífeyrisskuldbindinga eru 621 milljón. Vöru- og þjónustukaup eru 6.273 milljónir króna og styrkir og framlög eru 1944 milljónir. Samtals eru rekstrargjöld 19.394.123 og með tekjur upp á 21,3 og rekstrargjöld upp á 19,3 milljarða, þá rekstrarniðurstaðan rétt tæpir 2 milljarðar eða 1981 milljón króna. Afskriftir eru 713 milljónir sem þýðir að rekstrarniðurstaða fyrir fjármannatekjur og fjármagnsgjöld eru 1267 milljónir.
Fjármagnsgjöld eru svo sundurliðuð í fjármunatekjur og fjármagnsgjöld. Fjármunatekjur eru 635 milljónir. Fjármagnsgjöld eru 1.967.870 og hækka talsvert frá áætlun, mjög mikið frá áætlun, sem meðal annars má rekja til náttúrulega eins og öllum kunnugt mikillar verðbólgu sem hrjáir okkur núna. Og síðan þarna söluhagnaður hlutabréfa, en þetta tengist hlut Reykjanesbæjar að mestu leyti í HS Veitum upp á 540 milljónir. Þannig að nettótalan út úr þessu eru 791 milljón í gjöld. Þá rekstrarniðurstaðan fyrir skatta og áhrif hlutdeildarfélaga í bæjarsjóði 476 milljónir rúmar og það niðurstaða bæjarsjóðs 476 milljónir króna á síðustu ári í plús sem ánægjulegt. Ef við skoðum samstæðuna, samantekin A og B hluta, þá eru heildartekjur samstæðunar 31,3 milljarður eða 1 milljarði meira heldur en í bæjarsjóði einum og sér. Þar var þetta 21,3 milljarður en í samstæðunni 31,3 og þá eru B-hlutastofnanir og tekjur úr byggðasamlögum sem við berum ábyrgð á eða eigum hlut í komnar inn og ég fer betur yfir það á eftir. Og tekjur samstæðuna hækka þarna 3 milljarða á milli ára en við erum búin að endurgera ársreikning frá 2021 eins og framkom í bæjarráði á fimmtudaginn svo að við séum með sambærilega tölur. Það eru breytingar það eru hlutir að gerast í þessum reikningi núna í fyrsta sinn sem lítur að þessum byggðasamlögum og ég fer betur yfir þá eftir en það sem búið að leiðrétta reikningi frá 2021 svo hægt sé að bera saman og þá munar þarna cirka 3 milljörðum sem tekjur eru meiri í samstæðinu eins og í bæjarsjóði reyndar. Laun í samstæðinu eru 13,1 milljarður, hækkun lífeyrisskuldbindinga í samstæðu eru 657 milljónir, vöru- og þjónustukaup eru 10,1 milljarður og styrkir og framlög eru 1 milljarður, 1.039 milljónir til að vera nákvæmur. Og rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir í samstæðunni eru 6,4 milljarðar í plús og afskriftir 1942 milljónir. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld þá 4.478 milljónir og að teknu tilliti til fjármunatekna og gjalda þá niðurstaðan þar eru fjármunagjöld upp á 2.864 milljónir og rekstrarniðurstaðan fyrir heildina þá 1.614 milljónir 429. Það að segja fyrir skatta og áhrif hlutdeildarfélaga en að teknu tilliti til tekjuskatts og hlutdeild minnihluta og óreglulegra liða sem eru reyndar engir í samstæðunni að þá rekstrarniðurstaða samstæða A og B hluta Reykjanesbæjar jákvæð upp á 1.084 milljónir króna. Og ef við skoðum efnahagsreikninginn á næstu síðu, þá erum við þar með varanlega rekstrarfjármuni. Ég ætla fyrst að fara í bæjarsjóðinn. Varanlegir rekstrarfjármunir eru 32,3 milljarðar króna og þar var 29,8 í fyrra, eða 21. Þar munar mest hækkun fasteigna, lóða og lendna úr 25,7 milljörðum í 28,3 sem meðal annars má rekja til hækkaðs fasteigna mats. Þetta í bæjarsjóði. Í samstæðunni eru varanlegir ég ætla að fara fyrst yfir bæjarsjóðum bara. Það eru engar óefnislegar eignir í bæjarsjóði en áhættufjármunir og langtímakröfur í bæjarsjóði eru 5,2 milljarðar og svo svipuð tala og var árinu áður, þá var hún 5,5. Þannig að fasta fjármunir
í bæjarsjóði eru 37,5 milljarðar á móti árun áður 35,3. Veltufjármunir sem eru byrðir, óinnheimtar tekjur, aðra peningalegar eignir, kröfur og tengt félög, næsta árs afborganir skuldabréfaeignar og næsta árs afborganir langtímakröfu eru 2,7 milljarðar. Í ár var 2 milljarðar rétt rúmir árun áður. Handbært fé, bankainnistæður og sjóður eru 3,5 milljarðar í ár, eða í fyrra var 3,1, þannig að það hefur hækkað og við sjáum betur hvernig það gerist í sjóðstreyminu eftir. Veltufjármunir í heild eru 6,3 milljarðar en var 5,2 tæpir árun áður. Þannig að eignir í heild eru 43 milljarðar 892.000, 43 milljarðar 892.456 en var 40,5, þannig að eignir hafa vaxið tæpa 4 milljarða hana, eða rúma 3. Í samanteknum efnahagsreikningi þá eru fastafjármunir 69,8 milljarðar, óefnislegar eignir 347 milljónir, áhættufjármunir og langtímakröfur eru 2,4 milljarðar, þannig að fastafjármunir alls eru 72,584 milljarðar og þarna er þá komin inn öll B-hlutafyrirtækin okkar og skammtímakröfur veltufjármunum eru 4,8 milljarðar, var 3,7 árun áður og handbært fé, bankainnistæður og sjóður eru 5,5 milljarðar, í samstæðunni var 4,5 áður og eignir í samstæðunni í heild eru 83 milljarðar, var 75 milljarðar áður. Ef við kíkjum aðeins á eigið fé og skuldir, þá eru í bæjarsjóði eigið fé 14,5 milljarður, var 12,621, lífeyrisskuldbinding upp á 7,6 milljarða, var 7,3 áður, langtímaskuldir, skuldir við lánastofnanir, fyrirfram innheimtar tekjur og leigusamningar eru rétt 14 milljarðar en voru tæpir 14 milljarðar 2021 og skammtímaskuldir eru viðskiptaskuldir, skuldir við tengd félög, skammtímahluti lífeyrisskuldbindinga, aðrar skammtímaskuldir, fyrirfram innheimtar tekjur og næsta árs afborganir langtímaskulda og leiguskuldbindinga. Þetta eru samtals 7,6 milljarðar, var 6,6 milljarðar árið áður. Þannig að skuldir og skuldbindingar hjá okkur eru þá 29,3 milljarðar í bæjarsjóði en 51 milljarður í samanteknum reikningsskilum A og B hluta. Víkur þá sögunni að sjóðstreymi, yfirleitu sjóðstreymi og þar eru þegar búið rekstrarniðurstaða ársins er 476 milljónir eins og áður segir í A-hluta og þegar við erum búin að taka frá rekstrarliði sem hafa ekki áhrif á handbært fé að þá er hreint veltufé frá rekstri 2,5 milljarður, 2.533 milljónir og handbært fé frá rekstri eru 2,591, 2.591.264 og þegar við skoðum hvernig þeim er ráðstafað þá í fjárfestingarhreyfingum eru 939 milljónir og fjármögnunarhreyfingar eru 1.298 milljónir. Þetta þýðir hækkun á handbæru fé 353 milljónir og handbært fé í upphafi árs sem var þá niðurstaðatala í handbæru fé síðasta árs voru 3.181.542 og samtals er þá handbært fé bæjarsjóðs 3.534.640 og í samstæðunni 5,5 milljarðar 648, 5.533.648.
Þetta er svo marga milljónir að maður bara ruglast á að lesa allt. Þá er bara að gera hósi vasúpa. Ég ætla aðeins bara, ég ætla ekki að tefja fundin mikið lengur með þessu, en ég ætla aðeins að fara hér yfir nokkra skýringar, virðulegur forseti, með þínu leyfi. Í fyrsta lagi, skýring 1, almennar upplýsingar. Þarna kemur það meðal annars fram að okkur gert núna, sveitarfélögum, að taka inn í reikningan okkar eignarhluti í byggðasamlögum sem að við þurftum áður ekki að gera, og þetta á þá við tekjur og gjöld náttúrulega, okkar hlut í tekjum og okkar hlut í gjöldum, og okkar hlut í fjárfestingum og okkar hlut í launakostnaði, og þar með teljast starfsmennirnir að hluta til inn í okkar tölu líka. Þannig að þetta breytist aðeins. Afsakið. Og ég ætla bara að lesa þetta orðið til þetta er ágætlega skýrt hérna. Starfsemi sveitarfélagsins er skipt í A- og B-hluta. Til A-hluta telst bæjarsjóður sem er aðalsjóður sveitarfélagsins, auk annarra sjóða, og stofnana er sinna starfsemi sem að hluta að öllu leyti eru fjármögnuð með skatttekjum, en auk aðalsjóðs er að ræða eignasjóð og umhverfismiðstöð. Til B-hluta teljast stofnanir sveitarfélagsins og fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins og eru teknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Í ár koma inn, og þarna er aðeins ekki alveg rétt skrifað, okkur yfirsást þetta, þannig á að standa. Í ár koma inn auk þess hlutdeild í rekstri og efnahag byggðasamlaga, sameignarfélaga, sameignarfyrirtækja og annarra félagsforma sem eru með ótakmarkaðri ábyrgð sveitarfélagsins. Þau fyrirtæki og stofnanir sem falla undir B-hluta eru Fráveita Reykjanesbæjar, Framkvæmdasjóður aldraðra, Reykjaneshöfn, Eignarhaldsfélagið Fasteign ehf., HS Veitur hf., Íslendingur ehf., Tjarnargata 12 ehf., Nesvellir hjúkrunarheimili, þar að segja Fasteignin, og Hljómahöll Veitingar ehf. Einnig falla undir B-hluta byggðasamlögin Brunavarnir Suðurnesja BS, Kalka sorpeyðingarstöð, Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja og Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum. Og svo segir þetta sjá nánar þau í skýringu 3, og ég ætla bara að vinda mig beint í hana. Hún er hérna neðst á blaðsíðu 12, og þarna er aftur verið að fjalla um breytingar á reikningsskilaáhrifum. Mér finnst mjög mikilvægt að þetta komi skýrt fram, hver þessi breyting er. Sveitarfélagið innleiddi á árinu reglugerðarbreytingu nr. 280 frá 2021. Á 20. grein reglugerðar nr. 1212 frá 2015 bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikning sveitarfélaga vegna reikningshaldslegrar meðferðar byggðasamlaga, sameignarfélags, fyrirtækja og annarra félagsforma sem eru með ótakmarkaðri ábyrgð sveitarfélags. Í breytingunni fólst að sveitarfélagi færir nú hlutdeild þess í einstökum liðum rekstrar og efnahags þessa aðila til samræmis við hlutfallslega ábyrgð sína. Áhrif þessa voru að sveitarfélagi færir nú hlutdeild í einstökum liðum rekstrar og efnahags Brunavarna Suðurnesja, en þar eigum við 80,53%, Kölku sorpeyðingarstöðvar, þar eigum við nú 70,98%, Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja, þar eigum við líka 70,98% og Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum 70,98%. Og nú er þetta allt komið í B-hluta í fyrsta sinn. Samanburðarfjárhæðum hefur verið breytt til samræmis, sjá áhrif þess á samanburðarfjárhæðum ársins 2021 í skýringu 30. Það er gerð grein fyrir þessari leiðréttingu sem var gerð. Einnig má sjá tekna saman sem heild reksturs og efnahagsreikninga þeirra félaga sem tekin eru inn í reikningsskil Reykjanesbæjar og eru svo hlutdeild í þeim rekstri. Nú, hér í skýringu 4 á blaðsíðu 13 var beðið í bæjarráði síðastliðinn fimmtudag sundurliðun á þjónustutekjum
og við erum að vinna það. Við erum ekki búin að því alveg, en það má svona einhverju leyti nálgast þær tölur í skýringu 7, en við þurfum að fá aðeins lengri tíma til að vinna þetta og við munum gera það. Í skýringu 5 þá kemur þarna inn nýr liður sem heitir ársverk 2022-2021, en við erum eins og þið vitið, bæjarfulltrúar góðir, að þá erum við með nýja endurskoðendur núna sem eru PricewaterhouseCoopers og reikningurinn í þeirra meðförum. Við höfum fengið talsvert af ábendingu frá þeim hluti sem þeir vilja sjá að við gerum öðruvísi og þegar innleitt þá hluti, en eigum von á frekari ábendingum og athugasemdum á milli umræðna. En þetta eitt af því sem kom frá þeim, að við værum að myndum reikna út og setja hann ársverk ásamt stöðugildum og starfsmannafjölda. Nú í skýringu 7, já, við erum búin að tala um það. Þá ætla ég að hlaupa hér til upplýsingar fyrir nýja bæjarfulltrúa að í skýringu 8 á blaðsíðu 16 þar talað gæsluvelli, þarna bæjarsjóður. Það verið að fjalla varanlega fastafjármuni og ég þarf að útskýra það að við eigum 3 gæsluvelli við Heiðaból, Miðtún og Ásabraut ennþá og það þeir sem þarna ræðir og þarna í samanteknu þá eitthvað sem heitir Framkvæmdasjóður aldraðra Reykjanesbæ, en þetta frumleikhúsið eða okkar hluti í þeirri byggingu. Vesturbraut 17, bara svo menn hafi það hjá sér. Á blaðsíðu 17 í skýringu 11 talin upp eignarhlutir í félögum og þarna, ég vil vekja athygli bæjarfulltrúa á þessu, að þarna nokkur félög sem eru ekki með neina starfsemi lengur og við þurfum að kannski að fjalla það í bæjarráði einhvern tíma hvort að við bara hættum að tilgreina þessi félög, bara tökum þau út. Ég ætla ekki að nefna þau sérstaklega, en það þarna nokkur félög sem að sveitarfélagið hefur eignast hlut í á einhverjum árum út af einhverjum ástæðum og sem á ekki við lengur. Nú þá löpum við aðeins í gegnum þetta betur já. Í skýringu 20 og blaðsíðu 22 þá kemur inn í fyrsta skipti liður í annarri línu sem heitir skuldir í íslenskum krónum byggðasamlög upp á 997 milljónir í samstæðinni og þetta út af þessari breytingu sem ég búin að nefna mörgum sinnum, að þarna koma þær skuldir inn og verða hjá okkur alla framtíð held ég. Nei, ég með nóg af vatni. Þetta að vera búið. Í skýringu, og nú ég að segja ykkur allt sem ég staldraði við og þurfti aðeins að fá upplýsingar nánar og ég gef mér að þið þurfið það líka. Í skýringu 22, þar fjallað langtíma leigusamninga og langtíma hluta leiguskulda og þið sjáu þarna HS Veitu, það íþróttahús í Reykjaneshöll, við leigjum Reykjaneshöllina og við leigjum þjónustumiðstöðina Njarðarvöllum 4 sem við í daglegu tali kalla Nesvellir og svo þarna HS Veitur og þetta húsnæði sem að HS Veitur að leigja og að því að við eigum meirihluta í HS Veitur þá kemur þetta inn í okkar reikning upp á 340 milljónir og ég verð að viðurkenna að ég ekki með nákvæmar upplýsingar hvaða húsnæði þetta en við getum náttúrulega nálgast það hjá HS Veitum. Í skýringu 23, aðra peningalega skuldir, þar kemur þessi breyting aftur inn, en einu sinni byggðasamlög, þarna neðsta línan, upp á skammtímaskuldir upp á 174 milljónir árið 2022 sem voru 169 milljónir í leiðréttu reikningsskilum 2021. Síðan kemur kannski mikilvægasta skýringin eða settingin í þessu öll saman og það skýring 26 sem hljóðar þannig með leyfi forseta. Bæjarsjóður Reykjanesbæjar og samstæða A og B hluta. Þetta fjárhagsstöðu og rekstrarhæfi samstæðunnar.
Samkvæmt rekstrarreikningi bæjarsjóðs árið 2022 var rekstrarniðurstaða jákvæð 476,1 milljón króna. Hagnaður fyrir fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld nam 1267,9 milljónir króna. Eigið fé bæjarsjóðs í árslok 2022 nam 14.559,2 milljónir króna og eigin fjár hlutfallið 33,17%. Samkvæmt efnahagsreikningi nema veltufjármunir 6.300,9 milljónir króna, skammtíma skuldir 7.640,5 milljónir króna og veltufjárhlutfall 0,83. Heildarskuldir og skuldbindingar bæjarsjóðs nema 29.333,3 milljónir króna og skuldahlutfall samkvæmt því 137,23%. Því þetta skuldahlutfall, ekki skuldaviðmið. Skuldaviðmið samkvæmt reglugerð 500 frá 2012 hins vegar 90,25% í A-hlutanum. Samkvæmt rekstrarreikningi A og B-hluta samstæðunnar árið 2022 nam hagnaður af rekstri 1.084,8 milljónir króna, hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld nam 4.478,6 milljónir króna og eigið fé samstæða A og B-hluta í árslok 2022 nam 32.023,3 milljónir króna og eigin fjárhlutfallið 38,58%. Samkvæmt efnahagsreikningi nema veltufjármunir 10.419,5 milljónir króna, skammtímaskuldir 7.946 milljónir króna og veltufjárhlutfall 1,31. Heildarskuldir og skuldbindingar samstæðu A og B-hluta nema 50.981 milljón króna og skuldahlutfallið samkvæmt því 162 aftur skuldahlutfall, ekki viðmið, 162,69%, en skuldaviðmið samkvæmt reglugerð 502 frá 2012 hins vegar 113,64%. Sjá nánar í skýringu 27. Og það þetta skuldaviðmið sem alltaf verið að tala að sveitarfélög þurfa að vera undir 150% og við erum núna í 113%. Og svo kemur það sem skiptir mestu máli, það mat bæjarstjórnar að rekstrarhæfi Reykjanesbæjar sé til staðar. Nú varðandi höfnina, samkvæmt rekstrarreikningi Reykjaneshafnar nam tap ársins 30,2 milljónir króna, samkvæmt efnahagsreikningi var eigið fé hafnarinnar jákvætt 1140 milljónir og eigin fjárhlutfall hafnarinnar jákvætt sem nemur 47,8%. Skammtímaskuldir hafnarinnar eru 140,2 milljónir króna í árslok, veltufjármunir í árslok eru 66,8 milljónir króna og veltufjárhlutfall 0,48. Handbært fé frá rekstri á árinu 2022 var neikvætt 88 milljónir króna. Endurskipulagningu á fjármálu Reykjaneshafnar lauk á árinu 2021 og litið til þess að rekstur hafnarinnar verði sjálfbær í framtíðinni. Það fjárhagsumhverfi sem nú ríkir í samfélaginu hefur þó neikvæð áhrif á rekstur hafnarinnar með tæplega 10% verðbólgu á árinu 2022 sem ekki sér fyrir endan á. Vaxtaberandi langtímaskuldir hafnarinnar voru í upphafi ársins 2021 rúmlega 916 milljónir króna en í lok ársins rúmlega 963 milljónir króna og hafa aukist rúm 5% eingöngu vegna þróunarverðlags á síðasta ári. Í 3. málsgrein 18. grein hafnarlaga nr. 61 frá 2003 segir eftirfarandi og tilvitnun hefst: rekstrarformi hafnar skal breytt í höfn í eigu sveitarfélags án sérstakra hafnarstjórnar þegar hún hefur haft neikvæðan rekstrarafgang í 3 ár í röð að teknu tilliti til vaxta en fyrir afskriftir. Með hliðsjón af því viðmið þá má segja að rekstrarniðurstaða ársins sé jákvæð 14,5 milljónir í stað 30 milljóna króna taps og rekstrarhæfi hafnarinnar því til staðar. Og svo bara aðeins eignarhaldsfélagið Fasteign og það var engin starfsemi í því félagi en þessir geti hér. Nú í skýringu 27 langar mig að vekja athygli á launa og launatengt gjöld hlutfallinu sem núna
49,37% í bæjarsjóði og 41,82% í samstæðu. Þetta er óvenju lágt núna hlutfall og það eru ýmsar skýringar fyrir því, meðal annars miklar eða háar tekjur, en líka bara við erum að reyna að vanda okkur í launamálunum og starfsmannamálunum. Og skuldir þarna neðst í þessari skýringu sem segir í 1000 krónu á íbúa þá eru skuldbindingar og skuldir án skuldbindinga. Ef við tökum þetta saman, skuldir og skuldbindingar, þá er þetta 1330.000 krónur á mann og var 1368.000 krónur á mann árinu áður. Nú fer ég alveg að ljúka þessu. Það eru þið spyrji bara ef það er eitthvað sem þið viljið fá svöru. Við erum með, og Regína Fanný Guðmundsdóttir fjármálastjóri er hérna í salnum líka, þannig að við erum tilbúin að svara spurningum hér á eftir. Enn og aftur er hér í skýringu 30 fjallað breytingar og reikningsskilaðferðum og hvaða áhrif þetta hefur á okkur á þennan reikning, og þá held ég að þetta sé nú bara komið. Við erum, eins og ég segi, við Regína erum hér tilbúin að svara spurningum ef einhverju eru frá bæjarfulltrúum, en á öðru leyti, ágæti forseti, þá legg ég til að þessum reikningi verði svo vísa til annarar umræðu afgreiðslu í bæjarstjórn Reykjanesbæjar þriðjudaginn 16. maí næstkomandi. Nei, það er víst ekki hægt að gera annað. Þannig að 16. maí aðra umræðu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið er laust. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kærar þakkir, hv. bæjarstjóri. Ég vil bara nota tækifæri og þakka öllu starfsfólki Reykjanesbæjar og sérstaklega núna Kjartanum og Kjartanssyni bæjarstjóra og fjármálastjórum okkar, henni Regínu. Ég ætla nú ekki að fara að búið að tala nóg ársreikninginn, en við eigum að vera stolt af þeirri stöðu sem Reykjanesbær er í nú í dag. Þetta er ótrúlegar breytingar sem hafa orðið á undanförnum árum hjá okkur og við erum komið núna kannski loksins með eðlilegan rekstur, þó að auðvitað er ýmislegt framundan sem við þurfum að taka saman höndum og til að ná árangri. En ég vil bara nefna kannski smávegis hérna það að sem er svo jákvætt að sjá að veltufé frá rekstri er jákvætt 2,5 milljarð, handbært fé frá rekstri 2,5 milljarður, eigið fé kom upp í 33%, ég man þá stund þegar þetta var 6-7% hjá okkur, og veltufé frá rekstri komin niður í 0,82. Þetta er risaskref sem við tekið á síðustu árum og við erum aðeins að uppskera fyrir mikinn samtakamátt bæjarstjórnar og allra starfsmanna, og vill ég bara þakka ykkur öllum fyrir. Þetta er árangur sem engin einn nær, heldur er þetta hópur fólk sem gera þetta og við mögum vera stolt af þessu, sérstaklega þegar maður er að lesa í fréttum núna þessa dagana erfiðleika hjá sveitarfélögum, að við skulum vera að standa utan við þá umræðu. Til hamingju öll sem vil og takk fyrir. Orðið er laust hér í fyrri umræðu ársreikning Reykjanesbæjar 2022. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Þar sem óendurskoðaðan ársreikningur að ræða teljum við eðlilegt að bíða með ákveðna hluti og ábendingar sem við erum með og sjá hver raunveruleg niðurstaða verður. Það verður að segja að þetta er heilbrigður ársreikningur og við förum betur yfir að það er frábært hvað tekjurnar aukast mikið og hvað við erum heppin eða óheppin að fá svona mikið úr jöfnunarsjóði. Ástæðan fyrir að við fáum mikið úr jöfnunarsjóði er slæm, en
það er gott að fá auka pening. En við munum ekki mikið tjá okkur innan ársreikninga að sinni og munum aftur á móti gera það í seinni umræðu. Og auðvitað þarf ég sem oddviti okkar sjálfstæðismanna að þakka fyrir þá miklu vinnu sem að hefur verið framkvæmd frá starfsfólki í heild sinni hjá Reykjanesbæ. Takk. Takk fyrir það, orðið er laust. Já. Ársreikningurinn verður til umræðu í bæjaráði hér á milli þessa fundar þar til að seinni umræða fer fram þriðjudaginn 16. maí. Ef það er ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls þá óska forseti eftir því að við vísum hér ársreikningi Reykjanesbæjar 2022 til síðari umræðu í bæjarstjórn 16. maí 2023. Þeir sem samþykkja það eru beðnir að gefa merki og það er samþykkt 11:0. Það er þó ekki fleira sem liggur fyrir á þessum fundi. Nú verður fundagerðin yfirfarin og undirrituð rafrænt eins og venja er og því segi ég þessum 650. öðrum fundi bæjarstjórnar